Já, góðan daginn, þetta er Salvör og ég ætla að spjalla við þig um snjalltæki og spjaldtölvur og síma í nám og kennslu. Og við skulum byrja á að skoða aðeins hvernig skólakerfið er núna, hvernig við erum með þetta umhverfið sem að bókaormurinn er táknmynd skólastarfs, bókaormur sem grefur sig í gegnum bókastafla og námið er svona nám prentaldarinnar, það er svona línulegt og línulegt ferli og það er í svona þrepum sem að taka við eitt af öðru. En ef til vill er táknmynd þessa tákndýr þessa umhverfi sem við erum að koma í núna meira svona í ætt við engisprettu sem hoppar um allt og fer eftir svona einhverjum ólínulegum ferli fram og tilbaka. Og aðeins þegar að snjalltækin voru að byrja að koma í skólana þá vorum við köllum þetta lesvélar eða lesbretti og við sáum fyrir okkur og almenningur leit fyrst og fremst á snjalltölvurnar eða spjaldtölvurnar sem nokkuð konar bók sem að núna væri hægt að í staðin fyrir að hafa allar bækurnar í bókaskáp þá væri hægt að koma með öllum inn í eina spjaldtölvu og hægt að í minni hennar geti geymt mörg þúsund bækur og svo væri bara auðvelt að lesa þær og þægilegt að lesa þær og svo framvegis. En það er ekki bara svoleiðis notkun sem við getum haft af spjaldtölvum eða snjalltækjum og það væri gott fyrir okkur að byrja núna á því að skoða þetta, það sem að kalla er svona líkan fyrir hvernig tæknin heldur innreið sína og það er sem við reynum að svona horfa á tæknina eins og sé í 4 þrepum og spá í hvernig tækninotkun í skólastarfi og reyndar annars konar tækni á hvaða þrepi við erum. Og þá eru svona fyrstu 2 þrepin, það eru þegar við erum að auðga starfið eins og er núna fyrir með því að nota tæknina. En svo förum við yfir það að breyta vinnubrögðum og á hvaða hátt hefur tæknin breytt vinnubrögðum. En við byrjum þannig að þegar við fyrst notum við enga tækni og svo leggjum við úr vör og þá erum við að skipta út einu tækni fyrir aðra. Við erum að taka spjaldtölvur í staðinn fyrir prentara og prentaða bækur. En við erum sjálfsögðu að gera alveg að sama. Við erum að bara nota spjaldtölvuna sem tæki til að miðla prentefni. Og síðan fyrir við að busla í grunnulöginni og þá kallum við að það er svona það sem við kallum viðbót og þá er tækið, þá tökum við eitthvað meira inn í tækninotkunina. Við kannski förum að hafa gagnvirka myndir inn í bókunum og nemandi getur smellt á eitthvað þá kemst inn í samband við orðabók og svo framvegis, þannig að við erum að gera það sama. Hann notar tæknina til þess að lesa eins og hann hefði notað prent áður nema hann getur gert á betri hátt núna. Ég vil skrifa glósur í leiðinu og svo framvegis. En svo kemur það stíg og þetta gerist kannski fyrr en við höldum að tæknin fer að breyta. Hún fer að breyta hvernig við svona setjum fram viðfangsefnið og hafa mikil áhrif á það, umtalsverð áhrif á það. Þannig að við breytum viðfangsefninu, við breytum hvernig við vinnum og hvað við erum að gera. Og síðan svona fyrir við á þetta 4. stig það sem að tæknin orðið hluti í því að endurskilgreina og búa til ný viðfangsefni. Og ef við tökum sem dæmi hvernig nám breytist úr því hugsanlega að vera lestur í því að vera sköpun í því að vera og frá því að vera svona línulegt í að vera samvirknám eða samvinnunám og í að verða nám það sem að nemandinn skal læra með því að gera eitthvað í staðinn fyrir að læra með því að lesa eitthvað. Það er svona eitt dæmi það sem að við erum svona skilgreina nám, hvað felst í námi og kannski erum við líka að gera það. Svona, við erum alltaf ættum að velta því fyrir okkur. Já, nú skulum við spá í hvernig stefnir með tækninni, í hvaða átt hún að fara og hvað er að gerast núna.
Og fyrir að fyrsta þá eru að koma rosalega mikið á ýmiss konar svona námsöppum sem að nemandinn sækir sér að sjálf bjarga að nota. Bæði námsöfn sem kenna ákveðið eru svona frístandandi en líka námsöfn sem eru í tengslu við við einhverja netskóla. Og við sjáum líka mikla hreyfingu mikið í þá átt að nám í svona netmiðlum er að fara að breytast í einhvers konar leikjun eða gamification eins og heitir á ensku er notuð. Og þá er það, við getum til dæmis tekið í samtíð námsgildi eða badges, þar sem að námið er svona ekki eins línulegt eins og það sem að einn er að fara eftir einhverju stígum, heldur getur að fara á ýmsa vegu og kannski í umhverju með öðrum sem við getum sett upp í leik. Nú, gott dæmi leikinn er svona Duolingo tungumála appi sem að margir þekkja og við sjáum líka mikla grósku í samtíð myndband og mjög stutt myndbönd sem eru líka svona gera meira en við horfum á þau, að vera virkið þáttakendur í að gera eitthvað, svara einhverju spurningum eða taka eitthvað þátt í náminu. Og við sjáum líka hreyfingu í áttina að svona samvirkunámi og félagslegu námi og það er náttúrulega eitthvað sem tækni líka og það að vera síðtengdur allan tímann býður upp á möguleika möguleika sem við höfðum ekki áður. Og við sjáum líka að námsveitur og námskerfi og þegar ég tala námsveitur þá ég við svona eins og Coursera og Khan Academy en þegar ég tala námskerfi, náms- og kennslukerfi þá ég við kerfi svona eins og Moodle eða umgjörðina forritið á bakvið. En við sáum að hvort ekki á fullri ferð og mikið að breytast og breytast til dæmis að því að vera sniðin að notandanum, að einstakur nemanda, þannig að það er svona, það sem hann sér er svona alveg sérstaklega fyrir hann og eitthvað svona tekur mið af því hvernig honum gekk áður. Við sjáum líka að þessi leikjunar færast í vöxt og við sjáum líka að það er svona örnám eða micro-learning, bara örstutt námskeið og við sjáum svona þeirna sveigjanleika í náminu. Þannig að það er að segja, það er hægt að taka það á margs konar vegu. Og við sjáum líka aukna notkun, við erum svolítið í svona fyrstu treppum að horfa á þetta, en við sjáum að það er að ryðja syndrom svo ekkert langt í að það verði eitthvað almenningseign að nota sýndarveruleika og gagnaukiveruleika, setja upp svona glerauga þannig að þú sér komin eins og í þrívíddarheim þar sem þú getur ferðast og prófa það áfram. Mjög þægilegt að geta svona þjálfað sig í eitthvað svona hættulegar aðstæður sem við getum ekki skapað í skólanum og margir sjá mikla möguleika í þessu sýndarveruleika í skóla, en svo er líka að færast í rúm svona gagnaukin veruleiki. Þá beinum við tækjunum að umhverfinu og getum lesið eitthvað meira út úr umhverfinu sem við getum ekki að öðrum kosti, fengið einhverja upplýsingar, séð hvernig er inn í húsunum, af því að við tengjumst við myndavél inn í húsi og svo framvegis fengið upplýsingar sem að skynjun okkar nemur ekki. Þess vegna er svona gagnaukin veruleiki. Nú, við sjáum líka að við erum að fara að íklæðast tækninni, ég glemdi, fór nú of langt, og svona tölvuföt er að ryðja sér til rúms og við sjáum þetta í gleraugunum, við sjáum þetta í snjalltækjunum eða snjallúrunum og svo framvegis. Og já, en svo við förum svona í tæknina, hvað er að gerast í heimi tækninar? Og þá sjáum við að statistikinn segir okkur að það er tölfræðin, að það er mikil aukning í notkun snjalltækja og mikil umsvið. Þetta er alveg orðin stór iðnaður og sem varðar gríðarlega mikið af fólki og ekkert fyrirsjáanlegt annað heldur en að það sé fyrirsjáanlegt svona áframhaldandi aukning. Þetta er svið sem er ennþá í stórum vexti. Og þetta er að breyta svolítið svona hvernig fólk svona
hvernig að vinna með upplýsingar, það vill fá upplýsingar og gögn strax og vill fá svör strax og svo erum við að sjá þetta bring your own device eða á íslensku MET eða með eigin tæki að það gerir ekkert annað heldur en að halda áfram að nemandinn hann er bara með alltaf sitt eigið tæki sem hann getur svona sett upp með sínu umhverfi og sínu forritum og svo framvegis, nettengda tæki. Og ekki nóg með það heldur erum við að sjá og það færist örugglega í vöxt á næstum árum að hver notandi á mörg tæki, mörg snjalltæki ásamt í jafnvel eiga fartölvu, ásamt í að geta svona skoða efni á risastórum sjónvarpsskjá og svo framvegis. Þannig að það er nú eitthvað eitt sem kemur í viðbót og það er alltaf meira og meira gert með snjallsímum. Það má náttúrulega til dæmis ímynda sig hvað gerist þegar að snjallsímum fer að vera svona eðlileg svona með stórum sjónvarpum, til dæmis í samtíð leiki, sjónvarpsleiki sem fólk leikur saman eða verður svona eins og Netflix dæmi. En hvað þurfum við að hafa í huga sem kennara sem erum að útbúa eða fólk í skólastarfi sem eru að útbúa efni fyrir fólk fyrir þessa kynslóð sem núna alveg klyfjuð snjalltækjunum. Nú eitt sem við þurfum að hafa í huga, það er að hafa hönnunina þannig að það sé svokallað responsive design og það þýðir ekkert annað en það að sniðmátið eða uppsendingi sem við notum, hún er þannig að hún kemur flott út, hvort sem átt með litla spjaldtölvu eða stórt sjónvarp eða bara venjulega fartölvu, alltaf á hönnun er að laga sig á tækinu. Það er ekki eins og í gamla daga að það sé eitthvað svona prenthönnuður sem ákveður bara eitthvað eitt staðlað útlit eins og fínu bækurnar og síðan kemur þessa útlit hjá öllum og ekki þannig að það komi eins og sumir halda að það sé sniðugt að PDF-skjalið komi rosalega fínt út í svona bara venjulega tölvu en síðan sé það bara minkað þegar það kemur í svona í lítið snjalltæki. Það bara ekki verið augaleið að þá getur ekki einu sinni lesið textan. Hann er hannaður í bókinni þá er hann hannaður fyrir svona meiri hlutan og þorra fólks en það á að vera þannig í snjalltækjum að notandi geti ákveði hvernig hann sér þetta. Það er svona að verða allar myndir og allt efni að laga sig eftir svona mismunandi tækjum og þess vegna er rosalega mikilvægt að halda sig við staðla. Þess að staðlarnir þýða að það er hægt að búa til eitthvað kerfi sem allt vinnur saman. Og það er mikilvægt að hafa námsefni í svona litlum einingum líka. Við erum að búa okkur undir þennan námsvettvang sem ekki annað í augnablikinu í dag en bara lítill sími. Litum á símann sem námstæki nemandans. Og ég held að það gerir ekki annað heldur en að verða meira tæki, samskiptatæki þessara kynslóða sem núna að fara í gegnum skólakerfið. Við sjáum ekki alveg hvar við endum og kannski endum við hvergi í þessari tækni, hún heldur bara alltaf áfram. En við skulum aðeins fara í svona góða hluti sem við getum haft í huga þegar við hönnum námsefni fyrir snjallsíma. Og við þurfum svolítið að setja okkur í gírinn að við erum að hanna svona skjátexta. Við þurfum að gera efnið okkar læsilegt fyrir að lesa þetta í skjánum. Við þurfum að hafa þetta þannig að þetta sé sett upp í punkta. Svona ef við á að það sé svona einhver svona sjáalegt, svona auðvelt að sjá, ekki of langur texti og ekki of stóra myndir sem eru alveg óratíma skrúðnettir þessum litlu skjáum. Og við þurfum að hafa margmiðlunarefni, það verður að vera sniðið að notendum, til dæmis notendur sem ekki með svona mikla bandvít eða mikla burðarget í internetinu, þannig að þeir sé ekki óratíma hlaða niður og við verðum þá að minnka myndband og myndrenninga, ég kalla myndrenninga, það kalla ég infografík, svona texti, tölur og efni sem sett saman í svona myndræna framsetningu. Og það sem við þurfum að minnka þetta, það er að við þurfum að gera þetta minna til að hlaðast upp og það gefur augaleið að það verður
það verður það verður óskýrara eftir því sem að myndin er skýrara og geymir meira upplýsingum eða myndbandið þá getur hún skýrara á tækinu sem hún spiluð á, en það er bara, hún er svo rosalega fyrirferðarmikil núna, það er eiginlega varla þú sjáir þetta og sérstaklega ekki þegar þú ert að skoða þetta á svona litlum skjá. Þannig að það er kannski einhver möguleiki líka, sjá til dæmis staðinn eins og YouTube, þá gefst notendum möguleiki að spila vídeó í mismunandi gæðum og það er sjálfgefið minnstu gæðin, en svo geta þeir sem vilja og eru kannski með risastór sjónvörp og svona, skoða til meiri gæðum. En það er einmitt þetta sem ég segi, og ef við notum svona veitur eins og YouTube og fleiri veitur, þá gera þetta sjálfkrafa. Og við þurfum að hugsa að efnið sé einfalt og samþjappað. Við erum ekki með réttan tíma, við séum með ofsalega svona flúrað, ofsalega mikið skraut og flotta uppsetningu. Það er einfaldleiki og koma sem mestum efni á sem minnstum orðum og svo framvegis. Og við þurfum að nota íkona, semst að myndir til þess að ferðast vegna þess að notandinn hann skrifar ekkert inn og hann smellir ekkert orð. Hann þarf að smella bara á skjáinn og á eitthvað svona tákn á skjánum til þess að ferðast í efninu. Og það er mikilvægt líka að láta notandann alltaf ráða. Hann til dæmis að gera það ekki, stilla þetta ekki þannig að það byrji bara sjálfkrafa að spilast hljóðupptaka. Ég meina notandinn er kannski stattur í eitthvað staðar sem hann er ekki með heyrnartól með sér og hann getur ekki spila hljóð og ekki að það hlaði sjálfkrafa eitthvað upp og svo framvegis ef það er hægt að hann geti kannski hlaðið þetta inn heima hjá sér og svo framvegis. Þannig að láta notandan hafa sem stjórn á sem mestu í umhverfinu. Og mikilvægt líka að hafa þetta rosalega stutta leksíur. Það er svona erfitt fyrir okkur sem eru vön með að búa til efni fyrir eitthvað annað. En við þurfum að hugsa það út að það sé bara eitt námsmarkmið eða efnistáttur í hverri leksíu eða einingu sem við búum til. Og við þurfum að nota góð verkfæri eða vefttól sem eru það sem ég talaði áður, responsive, og við þurfum að hafa þann valkost ef við getum að nemandinn getur hlaðið niður efni, þannig að hann getur skoðað þetta einhvern tímann þegar hann er kannski ekki alltaf tengdur eða svo hann þurfi ekki að byrja alltaf í hvers skipti á að hlaða þessu. Og við þurfum að velja letur og útlit sem að passar fyrir snjalltæki og mjög mikilvægt að sé ekki alltaf lítið eins og ef við værum að hanna fyrir borðtölvur eða fartölvur og síðan þetta sama efni við höfum ekki skoðað á, við þurfum að gera það, skoða þetta alltaf hvernig þetta kemur út að síma og passa okkur að þetta sé læsilegt og einfalt fyrir nemandann. Því að hann hefur ekki nema svona þetta litla kerfi sem hann og síðan þurfum við að passa það að þegar við erum að setja efni fram, námsefni og námsgögn og hvað sem það er fram á æfingar, að við erum að gera það í dag, þá þurfum við að hanna það fyrir snjalltæki. Það er ekki gott ef við erum að taka eitthvað gamalt efni sem við eigum, til dæmis PDF skjöl eða eitthvað svoleiðis sem við höfum hannað fyrir 20 tommu skjá og síðan að breyta því, við þurfum eiginlega að búa það til upp á nýtt, að setja því einhvern veginn svoleiðis einingar að það passi fyrir snjalltæki. Og snjalltæki er orðið svo mikið partur af námsumhverfi eða einföldu, það hafa svo margir einfalt aðgengi að snjalltækjum í dag að það er gott að byrja á, vegna þess að það lítur líka vel út á hina. Ef við pössum að þetta lítur vel út á símana, þá lítur þetta líka væntanlega bara alveg sæmilega út á önnur tæki. Nú, aðeins upprifjun, við byrjum á að spá í hvernig notuðum þetta bókaormurinn og þetta línulega kerfi sem við værum í prentöld og svo erum við komin í þetta ólínulega, þar sem nemandinn hoppar út og suður eins og engisbretta. Og við töluðum aðeins hvernig þetta kom inn í skólakerfið, fyrst sem einhvers konar lésvélar, eitthvað svona undratæki sem átti að geta geymt þúsundir af bókum. Þetta væri svo þægilegt að nú færi námsbókin inn í þetta. Og síðan aðeins veltum við fyrir okkur þessu líkani, hvernig við værum á 4 strepum eftir hvernig við notum tæknina. Þannig að tæknin væri fyrst að við væri að auðga
hvað við gerðum og svona gera þetta þægilegra, en síðan byrjaði hann færin að því að umbreyta og við höfum með þetta líkan samúð sem margir kannast við, finnið mikið efni það til dæmis á vefnum. Við skoðum líka hvert stefnir, bæði í svona tölfræði og þróuninni og líka svona hluti hvað að gerast, hvernig þetta breytast í samvirknám og félagsnet og svo framvegis. Og svo endum við með því að tala hvað þurfum að hafa í huga sem kennarar og skólafólk sem að útbúa efni fyrir þessa litlu spjaldtölvur. Þetta Salvör Gissuradóttir og þetta í febrúar 2017.